Gloria, ég finn bara lykt af pening þegar ég heyri þetta lag. Já, það ekki? Já, manst ekki eftir þessu, þetta náttúrulega var í Wolf of Wall Street, sko. Já, Þetta er svona peningalag. það er líka bara peningalykt af þessu. Ég að segja það. Já, ég á við í sjávarútvegi, það er talað reynda frá hampiðinni. Já. Ég er með rísveldsmaður, Já. þá talaði Glóriu trollið. Það? Já, ok. Þannig að þú getur verið að móka upp fiski og búið til smá cash. Skemmtilegt. Herri, 11. apríl, páskarnir. Já. Eru á enda komnir. Hvernig voru páskarnir? Ekki bara allt í lagi? Já, dýðu mig. Þú ástífið? Já, getur verið... Það er algengur fylgikvilli. Sýndu ömulegt fordæmi gagnvart börnunum mínum á páskaðan gera og gott betur. Og þetta endaði bara með grenjandi börn páskana, fengi ekkert egg og... Skemmtilegt, herru. Þetta fór ágætlega, þetta fór friðsamlega fram. Já, það er gott. Já. Það er nú fyrir öllu. Herru, besta En hjá deildin... þér, hvernig gekk hjá þér? Jú, bara mjög vel, þakkaði fyrir. Já. Þetta var bara nógetið og... Já. Ég gleymdi alltaf. Ég á nú reyndar engin börn, þannig að... Nei. Maður var eiginlega bara grenjandi sjálfur, bara yfir því hvað maður væri búin að éta mikið, sko. Yfir badleysinu. Já. Eða það. Já. Maður var með myndirnar sér til stuðnings allar. Þú ert nú búin að vera að dæla í þessu hormóni þarna frá Ísteka. Já, Þetta fer að dettin. Já, þetta fer að dettin. Þetta fer alltaf dettin. Herði, svo náttúrulega hóst besta deildin auðvitað í gær. Já. Það verður spennandi sumar í vændum. Og það má segja að þessi þáttur sé nú nokkurn veginn svona, fótboltamiðaður. Allavega fótboltamiðaðast í hingað til hjá okkur. Já. Þó að vissulega erum við nú ekki að fara að taka fyrir liðin kannski sjálf, en það er að sjálfsögðu sambandið. Því samband. Knattspyrnusamband Íslands. Já, sem hefur nú verið dálítið á milli tannana á fólki svona í gegnum tíðina. Fyrir ýmislegt. Já. Þetta er endilega bara reksturinn sem slíkan. Það hefur nú komið hitt og þetta upp í gegnum tíðina. Þú fer nú nánar eitthvað inn á það hérna á eftir, en... Leiðilega er sko, fótbolti er hinn fallega íþrótt, en öll umræða svona í kringum þetta samband undanfarin ár hefur verið lituð af allt öðru heldur fallegum fyrirfram. Já, kannski ekki öll umræða, en þú veist, það er svona... Já, við kringum knattspyrnusambandið. Já. Já, þú veist, öll umræðan fótbolta, þú veist, fótboll.net, 433, boltinn, hlaðvörpinn, það er oftast bara fjör, sko. Já, einmitt. En þegar kemur að KSÍ... Já, það er alltaf eitthvað umdeilt, sko. Það er nettur skotspót. Einmitt, algjörlega. Og þú veist, og KSÍ svo sem engin, þú veist, það er bara svipað með KSÍ eins og önnur, þú veist, FIFA, UEFA, það er alltaf eitthvað í bókahotninu þarna, sko. Ég klikka á því í undirbúningnum að horfa á hérna spillingamyndina FIFA, það er eftir einhver á Netflix. Varstu ekki búin að sjá hana? Nei, ég glemt að horfa á hana. Ég sá allavega einhverja þætti af því, sko, ég reyndar kláraði ekki allt, sko. Ég vildi koma með kaldan haus inn í hana. Já, einmitt. Ég vildi ekki vera, þú veist, þú skilur hvað ég á við. Þú vilt bara svona fabulera kannski meira. Já, ég vil ekki að það sé einhver búin að hafa áhrif á skoðanir fyrir það. Ég skil þig. Ég horfði á þetta og þetta er náttúrulega... Fólk er bara að fara að þekkja okkur fyrir hlutleysi. Við göngum inn í hvert þátt hlutlausir. Það er nú kannski ekki verið eitthvað háumræða þannig spillingu hjá KSÍ svona peningalega, sko, en Nei, ekki beint. Nei, en FIFA náttúrulega og þetta er allt líkjandi þar, sko. Hefur verið í gegnum tíðina. En engan síður, það er áhugaverður þáttur í vændum, hann er að sjálfsögðu í boði Inkasso var einmitt með rím dagsins. Veist hvað rímaðu KSÍ? ISI? Nei, strippbúlu fyllir í. Maður ekki eftir því, Já, það var fyrsta svona kontroversium. Strippbúlu fyllir í. Þetta er skemmtilegt. Veistu hvað, Gummi heyrði mér, hann sagði, þú verður að taka þetta. Sko, vanskil er að lækka, það gengur vel að vinna með skuldurum, fólk er að vinna úr sínum skuldum, allir að færa sig yfir til Inkasso, þetta er mannulegt. Og hann sagði, veistu hvað annar rímaði KSÍ? Havari. Já, Havari, auðvitað. Hvað sagði þú? HSI? Nei, ISI. ISI. Og HSI. KKÍ og ég veit ekki. Já, skemmtilegt. Strippbúlu fyllir í og Havari, velkomin í KSI. En það er nú ekkert Havari hjá Inkasso. Nei. Þau eru bara, held ég með ánægðastu viðskiptavinn sem ég séð. Frábær þjónusta. Það er aukast vanskil í mínu rekstri. Og það er bara allt í góðu. Fyrir yfir einn daga. Inkasso sér það. Ég veit að Inkasso tekur við kröfunum, sendir bréf, heyrir í fólkinu. Og þetta er alltaf að gerast. Já, og þetta er náttúrulega gjaldfrjálst fyrir fyrirtæki. Já. Og þú veist bara, ef þið viljið innheimtu, þá er það bara Inkasso. Já, stórkostleg þjónusta. Stórkostleg. Herru, sömuleiðis Landsbankinn, það er vikubyrjun og hagsjáin núna. Hún er með hjartans mál þessa dagana.
Já, nú þurfum við bara að fara að sjá vexti lækka og býðum bara til því nú þarfum við bara að fara að rífa upp penna og segja okkur akkur vextir að fara að lækka. Ég segi það og það, sko, Hagsjáin náttúrulega frábært dæmi um það hvernig væri þetta komast svona í auðvelda svona komast í þekkingum hvað er að gerast í hérna þjóðhæginum með vexti og annað flókin og erfið viðfangsefni sett fram á mannamáli sem leys viku byrjunum heldur við bara svona ferskum bara hvað er að gerast í vikunni, hvað er á dagskrá, hvað gerist í síðustu viku þannig að þar ætlur í rauninni sko, það eru margir sem spáði bara svona hvað get ég séð heildar bara svona fengið yfirlit, eitthvað yfirsýn yfir hvað er að gerast á Íslandi þá er hérna vikubyrjunin stórgott tól. Ef þú ástífið á páskunum þá er að lesa vikubyrjunin hjá Landsbankanum eins og að laupa 10 km á brettinu þú bara trimma þig strax í dag. Þetta er svo góð hugaleik fyrir mig að lesa þetta og læra. Segði það. Herru, Payday sömuleiðis. Það er stóru hluti þar sem fyrr. Það fyrir hver að vera síðastur að vera 4.000 viðskiptavinurinn. Ég hitti Bjössa í rektinni. Sagði Bjössi, ég talaði kannski aðeins að mér og sagði við ætlum að lofa 4.000 viðskiptavinum kampaðisflösku. Ég var stressaður, koma. Hann var að fara hjól í mig. Hann hélt ég að þið lofað öllum fyrstu 4.000 kampaðisflösku. En svo tók hann bara vel í þetta. Við föðumumst í sturtunni og hann var búinn að halda mér hann inn í hotni, ísköld sturta. Og hann sagði, þetta gangi vel hjá okkur í Payday, þá þarf að fara að kæli þér. Hann var aldrei reiður. Hann var reiður, ég hef ekki séð hann svona áður. En Payday auðvitað, þetta er upplifun í hvernig sendur reikning. Já, klárt. Og ef þú ert einyrki, lítið að meðalstórt fyrirtæki, þá er þetta hreinlega bara skylduskráning. Svo förum við að sjá þessi vera dettin í stærri stíl. Já. Þannig að þetta er bara framtíðin. Kíkja á Payday strax í dag. Nú, að lokum Isnik í bili. Vikudagarnir, Yngvi. Eru þið farnir út í það? Það er kannski erfitt að segja til um það. Já. Akkurat á þessum tímapunkti. En það kæmir ekki óvart ef að föstudagur.is væri farið út. Veistu hvað er laust? Já, föstudagur langi.is jável. Havari.is. Já, Havari.is, klálega. Með í samt. Já. En Isnik.is, þetta er miðstöð íslenska léna. Þetta getur greitt fyrir lén í gegnum aur meðal annars í dag. Já, mjög þægilegt. Og það er búið að einfalda ferlið alveg gífulega. Svo er það líka, við höfum komið inn á þetta áður með að ná því eftirnafnið þitt. Já. Það er svo professional. Nýtt. Þetta er ein mest briljant hugmynd sem ég hef heyrt, sko. Við erum að vinna með nýtt slógan. Já. Isnik, beint á debit. Sko, já. Við erum notað debitkorti til að borga með... Sko, fyrst var það Isnik fyrir atvinnulausa. Já, það var ræðilegt. Hvernig dattið það? Isnik beint á debit. En skemmtilegt, Isnik, við hvetjum ykkur til að kíkja þar inn og leita drauma léninu. Það er vist nóg ennþá í púlinu og það, sko, kannski einbra líka mikilvægi þess að í staðin fyrir að slúta lénum, segja þeim upp, að hanga á þeim og reyna að framselja þau. Það er fylgir því ákveði valjú að eiga gamalt lén. Þetta er bara svo gömlu kennitölunar. Já, þetta er það. Herði, þá held ég að við förum bara að hefja yfirferð. Spýtið tökunum í ruslið. Já. It's about to begin. Tökurnar beint í rusli. Kási, já, hvað þú ætlar aðeins kannski svona að dreipa á slúðrinu, sögunni, hvað ertu með handa mér í dag? Það helst að varstu með það? Stofna 27. mars 1947. Já. Þetta er að verða þokkalega gömul samtök. Já. Upphaflega voru 14 stofnfélög. Tölur sem birta voru í árslok 2022 fyrir árið 2021 sýna það að KSÍ er það sérsamband á Íslandi sem er flesta iðkendur innan bara sérsambanda ISI. Þannig að þetta er stærsta einstaka sambandið fyrir hverja íþrótt. Tókuðu þetta ekki einhvern tímann fyrir með gólfið? Ég held að gólfið sé með 2 sko. Já, er það? Með flesta iðkendur? Nei, næst flesta. Já, ég er að segja það. KSÍ er stærst og svo er það held í gólfið. Já, áhugavert. Í tölum sem birtar voru þarna í desember 2022 segir að iðkendur hafi verið 28.285 talsins. Síðast ári fóru fram 8.000 leikir á vegum KSÍ og 24.000 leikir ef leikir í mótum félagana eru taldið með. Ég kann ekki alveg skýringar á þessu. En þetta er slatta leikir. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, yngri liðin og... Já, bara allt saman. Já, það er einmitt, Og ég kem kannski einmitt inn á það eftir, svona varðandi dómara, kostnað og annað, sko. Já. Komur óvart, sko. Já, þú veist. En setur þetta í betra samhengi núna þegar þú segir 8.000 leikir, sko. Já,
það líka annað sem búið að vera áhugavert því að það búið að vera mikil umræða ársreikninga félagana undanfarin ár. Maður hefur séð eina frétt ársreikning KSÍ og helsta gagnrýnin, ég hringdi í vini og vandamenn og ég hringdi einn óvinn minn, svarinn óvinn. Og hann talaði ekki við mig. Okay. En hann sagði mér samt, ef að fíbli eins og þú ætlar að fara að skoða KSÍ, spáðu þá í gagnsæi. Og það er svona helsta sem maður hefur séð. Það vantar aðeins meira gagnsæi. Já, svona kannski í tímanrás þá hefur. Já, og þú veist, reikningunum lítur ekkert eitthvað hræðilega út þannig séð. Þú kemur betur en það. Ég ætla ekki að stela frumunni. Alls ekki. En það voru nefndið mig nokkru hlutir. Ég vil kannski samt nefna það að ég kem náttúrulega, sko þetta er rauninni, ég náði bara reikninga aftur til ársins 2014. Ég bara fann ekki ársreikninga aftar. Já. Þannig að talandu gagnsæi, sko, þú veist, ég veit ekki. Það gæti verið að það sé hægt að grafa upp eitthvað frá 90 og eitthvað, sko. Ég hef með reikning frá 1999. Já, er það ekki skýrsla samt eða? Eða er það ársreikningur? Þar var þetta samankallið minn. Já, ok. Fyrst saman. Því að ég nefnilega fann bara skýrslurnar fyrir aftan 2014, sko. Ársreikningarnir, það hét alltaf án ársreiknings. Ég fann hvergi þessi ársreikningar, sko. Mér langaði þetta, þú veist, 2013-14 er svona gullskeiðið að hefjast, sko. Já. Þannig að það hefði eiginlega verið smá áhugavert að sjá kannski hvernig það var bara hérna 2005-06 þar sem að Eiður Smári gjössalega bara þetta lið upp á herðum sér, sko. Já, hverja tekjurnar voru og svona. Já, einmitt, sko. En við verðum að láta okkur þetta næja í dag. En já, ég ætla ekki að trufla þig. Nei. Þú nú samt þegar búin að því, þannig að ég bara farin í fílu. Nei, það sem að ég ætla að segja, svona stærsti löstur er sko eins og bara með sögu KSÍ og annað. Mér fannst fyrir eitthvað lélegt að ég fann ekkert það. Nei. Þú veist, það er bara þessi stoppdagur. Svo finnst mér að finna voða lítið af upplýsingum svona hvernig þetta búið að vera í áranna rás, hvernig þetta búið að þróast og fleira. Það var náttúrulega til fyrirmyndar í golfinu. Já, akkurat. Þar sáum við alveg bara alla söguna, sko. Við vorum eitthvað sko að gera. Og mögulega er það þannig á félagunum að þau eru með meira upphaf. Kannski er þetta bara samtök sem að öllum er skítsama sko. En mér fannst það lélegt. Hitt var sko að ég fann eiginlega mesta djúsin í skýrslu frá ársþinginu 1999. Og las þar skýrslu Eggertar Magnússonar sem var formaður KSÍ þá. Þegar einkavæðingin var að hefjast hérna. Já, svona hluta og hann alltaf endaði að fara stjórnarformaður Vestam held ég. Já. Það er eitthvað sem að þarf að ræða betur. Var þetta ekki 2000, það er svona 2006 held ég. Já, hvaða félög keyptu Íslendingar? Þetta á Vestam, Stók náttúrulega, já. Þekki það ekki. Nei, ég held ekki, sko. Ég myndi vita að fjandinn hafi það. En hann var þarna, innsti koppur í búri, heilengi. Það sem var áhugaverðast í hans sögu, sem á ennþá við þann dag í dag, er að rekja sögu þess að þeir hafi með herkjum, náðu að semja við þýska fyrirtækið UFA sjónvarpsréttinn af landsleikjum og lýstir og er svona að lýsa hvað þetta var langt. Þetta er ekki UEFA. Nei, UFA, þetta var bara, þarna var þýsk stöð að kaupa sjónvarpsréttinn á öllu landsleikjum Íslands. Já, landsleikjum. Og hann kemur inn á orð sem að ég hef bara ekki heyrt og mætti vera meira í okkar tungu. Hann talar sannvirði. Sannvirði, já. Þú veist, maður hefur heyrt nafnvirði og raunvirði. Já, raunvirði, einmitt. Já, en hann lýsir því í löngu máli hvað þetta voru langar og strangar samningslótur og kemur þarna inn á sko að þeir fengu sjónvarpsréttina landsliðinu en til þess að þetta þýska félag fengi réttin að sjónvarpsrétti íslenska landsliðsins þá yrðu þeir líka að taka réttin að efstu deild og fyrstu deild og bikar til næstu 4 ára og talaði að þetta hefði aldrei fengist rétt sannvirði ef ekki hefði verið skeitt öllu saman. Svo tekum við sko sannvirði, þetta hljómar svona eins og þetta er hið réttaverð. Já, akkurat. Raunvirði kannski ætti að vera en þú veist, nafnvirði, raunvirði, það er svona alltaf eitthvað sprett þarna á milli sko. Þetta er bara sannvirði. Já, akkurat. Þannig að við klöppum fyrir staðfastur. Já, hann er mjög staðfastur. En svo nefnilega sko, eftir að þeir ná að semja við þessa þýsku, þá tókust við margra mánaða samningalóta milli UEFA og KSÍ og íslenskra sjónvarpsstöðva sem að hann vandaði ekki kveðjurnar. Á endanum tók RÚV allan pakkan þegar það var komið fram í 3. umferð landsímadeildarinnar. Ég ætla að spyrja þig, hvað er svona eftirminnilegasta í þinni af öllum þessum deildum? Hvað er það að heitið? Sko Pepsi-deildin náttúrulega var þarna lengi vel. Já. Það var þegar ég var Pepsi Max-deildin. Nei, Pepsi-deildin. Pepsi. Þá var ég dýpstur í hérna, sko það var Landsbankadeildin, svo Pepsi-deildin. Landsbankadeildin var náttúrulega hérna,
við vorum með auglýsinguna þetta með Taki Fúsa og þarna inn í Landsbanka húsinu, mannst ekki eftir því? Leika fótbolta? Já. Man ekki eftir því? Og, nei, þannig að sko, ég myndi segja eiginlega Landsbankadeildin, frekar en Pepsi. Já. Þá var ég eiginlega dýpstur, sko. Ég kannski út á, ég verð bara eins og belja á svelli í þessum þætti, það er brágætt. En ég ætla að segja eftirminnilegast Mjólkubikarinn. Já, Mjólkubikarinn. Út af þeir voru með glösin, manstu. Já. Það er náttúrulega frekar nýtt, sko. Nei, þetta er 95 eða eitthvað. Er það? Já, skrifaðu mjólkuglösin. Ef þú ferð inn á old school heimili út á landi, þá finnur þú svona mjólkubikars glös. Já, en þú veist, Mjólkubikarinn, er hann ekki ennþá eða? Ekki? Nei, ég held ekki. Jú. Hvað? Þetta heitir Mjólkubikarinn 2022. Já, er það komið aftur? Já, en ég veist ekki að það verið 95. Má ég sjá, Mjólkubikarinn glös. Þetta heitir alltaf Mjólkubikarinn, sko. Er ég bara út á... Nei, hérna er það. Já. Herru, við þurfum að henda engisbrött á þig, vinnu minn. Já, ég veist ekki að það verið komið aftur. Eins og ég segi, ég er bara eins og belja á svelli, þetta verið ekki vel að stað. Vel orðið komist. Ég er að finna hérna Facebook-status með þetta og skrifa Mjólkubikarinn glös. Hérna er þetta. Já, þeir koma aftur 2018. Þetta var bara hérna langt fyrir 2000, þannig að það er nostalgía í þessu. Skemmtilegt. En já, allavega. Sorry, ok, útidúr. Heyrðu, hann er allavega að rekja þessa sögu og fór þarna, það var bara áróðu stríð á milli KSÍ og íslenska fjölmiðla með þennan sjónvarpsrétt og virtist að vera stál í stál. Eitt af lokum úr hans skýrslu, hann talar hérna hvað sjónvarpsrétturinn er mikilvægur og sé jafnaði 25-30% af tekjum sambandsins árlega. Gaman að sjá hvernig það lítur út í dag. Á þessum tíma, 1999, var KSÍ að velta 147 milljónum. Og sjónvarpsrétturinn einhverja tæpa 33 milljónir þar af. Ég get sagt þér að sjónvarpsréttur er í dag 25%. Hugsaður, þetta er bara gullna reglan. Já, en það er sko, þetta er einmitt áhugavert og nefnir þetta með erlenda sjónvarpsrétt því að samkvæmt minni umfjöllun þá er talað það að fyrsta skipti 2021 held ég að hafa verið selt til erlendra aðila sko. Efstu deildir á Íslandi, en það er greinilega ekki rétt fyrst að þú talar að hér var sjónvarpsréttur seldur sem sagt á efstu deildum hér. Já, hann seldi þetta til að fá sannvirði, var allt selt saman. Þetta er kannski í fyrsta sinn sem þetta er gert sér. Gæti verið. Sem ég er að tala Já, svo endur semja sko þýsku við íslensku að sína þetta. Þjóðverðarnir hafði engan áhuga á fyrsta ánægðinni. En það er svona annað sem kemur inn á hjá mér til að auka á flækjustig í þessu öllu saman. Það er eitthvað í dag sem heitir íslensku toppfótbolti sem er held í svona einhver félagasamtök efstu tveggjadeildana ITF, já. Og hvernig þau blandast inn í það að þau eru núna farin að vera sjálf með réttin á efstu deildunum og var einmitt nefnt að þau hafa selt hérna sjónvarpsréttindi á fyrstu deild bara á kúk og kanil var mér sagt til Hringbrautar á meðan að efsta deildin er hjá Sín, ekki satt? Jú. Ég held það, Stöttur Sport. Þannig að á þessum tíma allavega var KSÍ með þetta á sinni könnu og seldi allt saman. Þarna leggur hann líka til að veri stofnaði varasjóður. Og þetta voru þungar og erfiðar samningaviðræður, þannig að hann vill leggja inn á bók 25 milljónir ári hverju til að byggja upp varasjóð, til að takast á við áföll. Og ég las hérna í skýrslunni frá Vöndu að hann segir þeir sem á undan mér gengu og okkur gengu sýndu mikla fyrirhyggju þegar þeir stofnuðu varasjóð KSÍ. Þannig að þetta er orðið að raunveruleika. Lokapunktur úr skýrslu Eggertar 1999 eru önnur tímamót sem hann kom inn á en þá voru 2 gömul og rótgróin knattspyrnufélag stigu stórt skref inn á nýja öld með breyting á rekstrarstarfsemi meistara og annarflokks kalla. Þau stofnuðu hlutafélög reksturinn. Seldu almenningi hlutafé og 1999 urðu 1100 hluthafar í KR og 500 hluthafar í Fram. Og þetta er eitthvað sem að sést ekki í dag. Sko, ég fór ekki nógu góða stúdíu á því, en Valsmenn er held í frægasta dæmi í dag hlutafélag sem er í kringum meistaraflokkin og náttúrulega hluta til fasteignafélag líka sko. Einmitt. Fjárfestingafélag. Já, við getum eftirlátið öðrum að taka hérna yfirferða á íslensku félagunum en þetta er mjög áhugaverð umræða af hverju þetta er ekki meira mæli og mögulega er þetta bara mjög algengt. En ég ætlaði að spyrja þig þetta mætti vera svona hybrid sko. Já, myndið þú gera hlutafi í Gróttu ef að Já. Færi hlutafjárboð? Segjum það bara. Ég spurði alla og það sögðu allir já. Ég meina það myndi allir taka þátt. Já, eða þú veist, já, segjum það. En þetta er ekkert eins og að fjárfesti í Ísteka. Þetta er ekki peningaprentvél sko. Nei, og það er ekki tvöfelt siðferðið þarna. Eða hvað.
Sko, ef við tökum aðeins þessi hneykslismál sem á komið svona undanfarin 57 ára þess að vera að gera þetta leiðilega yfirferð. Það eru kynferðisafbrotamál á ásakanir á hendur landsliðsmanna sem í rauninni kölluðu á hallabyltingu. Það kom ný stjórnarformaður, eiginlega hreinsa út úr öllu nema framkvæmdastjórunum sem alveg magnað sko. Hún stendur hann að styrkum stóðum. Já, og hún var inn í öllum þessum málum og vissi af öllu. Einhverjum hlutu, það bara eins og hún hafi fallið út í hotni eða eitthvað þegar það var bara að vera teikni upp á píluspjaldi hverja á að henda út sko. Ég ætla að Þú ert að tala um Klöru Bjartmars og hún var með þessi einhverju allsherjarnefnd þarna 1999 þannig að hún innsti koppur í búri. Ég ætla bara að segja, ef hún fer einhvern tímann í pólitík ég mun kjósa hana sama hvað sko, því að maður veit að maður er að fá konu á þing sem fer ekki fet, sama hvaða spillingamál kemur upp. Við viljum þessa teflon húðuð. Við viljum þessa drægni, við viljum langdrægni. Já, akkurat. Anna, bara svona tekjustólpana, þú ert með sjónvarpsréttinn. Það skiptir vegamiklu máli líka UEFA sem að við erum aðalda saman að. Já, kannski rétt að sko nefna það með sjónvarpsréttinn að þú veist, þetta eru á efstu 2 deildunum hérna á Íslandi en á sama tíma er þetta líka landsleikjaréttur og annað. Sko þekkjur skiptingun á milli ITF, Íslands toppfótbolta og KSÍ með þessa ég hafði haldið að KSÍ tæki þetta í rauninni bara allt inn. Oppan af þessu. Já. Við varum að kalla þetta í gagnsæi. Þekki það ekki sko. Eða bara það er því miður bara ekkert. Við höfum ekki fundið það sko. Nei, engar sundurleganir á því sko. Nei. Já, en það sem ég ætla að koma inn á sko, Ísland á mjög mikið undir velgengninni. Þú veist, það skiptir mjög miklu máli að við séum í fremsta flokki því að greiðslurnar eru byggja á því. Ég er ekki með nákvæma skipting á því en eftir sem lengra sem við förum eins og í Champa og UEFA og svona Evrópudeildunum sem við erum að taka þátt í því herri upphæðir fáum við greiddar að ári sem að dreifist síðan inn til KSÍ og svo er KSÍ með einhverja svona hvað getur við sagt þú veist, það var talað hérna að þú veist aðeins félög, þetta hérna fyrir einhverjum árum þá voru aðeins félög sem höfðu samþykkt á uppeldis áætlun sem uppfyllti lágmarkskröfur leyfiskerfis viðkomandi knattspyrnu sambands gátu fengið greiðslu. Fjárhæðina skiptast á milli félaga og þú veist, þau sem að taka þátt í meistardeild fá ekki hlutdeild en þau fá aðra fjármuni eftir því sem fara lengra. Þetta er alveg þokkalega flókið en prinsipið er þetta, því betur sem okkur gengur því meira fáum við greitt, þannig að það er mikið undir þessari kynbótastarfsemi okkar í fótboltanum að eitthvað verði úr fólkinu sem við erum alveg upp. Það er allavega 2 hérna sem að æfðu í einhver tíma og enduðu ekki í þessu kynbótastarfi. Annað til að koma inn á businesslega síðan, það er þessi vináttuleikir og svona kontroversian fyrir það ef við komumst kannski ekki endilega á stórmót til að fá peninga, eigum einhver önnur ráð og það hefur komið upp að það getur verið íslenska landsliðinu mikill akkur að spila á móti stórum þjóðum því að við fáum bara mikið umtal og fáum kannski greitt herra. Svona undanfari ár hefur kannski helst verið nefnt á þennan vináttuleik við Sátana. Já, það þótti svona smá tvískinnungur sko. Já, og svona sko því að hluta til tók stjórn KSÍ sér til þótt ég finna ekki frétti annað að ætla að fylgja Dönum í að gagnrýna það heimsmeistaramóti í Katar vegna meðferðar á farandverkamönnum og mannréttindabrotum í Katar. En svo svona einhvern veginn á nákvæmlega sama tíma er Ísland að handtala einhvern samning við Sádi Arabíu og sem að þykir ekki mikið fremra land það kemur að þessum málum. Og það er kallað eftir gagnsæði því að það eru ýmis tölur á reiki hvað Ísland fekk greitt fyrir að spila leik, þannig að inn í end þá var það náttúrulega bara tekið aflandi og ég heyrði frá 0 upp í 200 milljónir, það er kannski ekki dokkar að vera að henda einhverju tölu í loftið en svo fekk ég sko frá 0 upp í 200 milljónir. Já, þú veist sko nokkuð vítt bil eitt sagði ég hef heyrt 200 milljónir og eitt sagði bara, heyrðu, þetta er svona 1/10 af því sem að helstu spekingarnir eru að blaður þannig að við ætlum ekki að vera að blaður neitt sem við höfum ekki haldbæra þekkingu. Við reynum að stíðast við gögn og greiningar. Annað sem ég heyrði samt, sem ég hefur ekki komið fram er að markastjóri KSÍ á að hafa staðið sér svo vel þarna úti að hann er bara on loan í Sádi Arabíu. Stefán Gunnarsson, markastjóri KSÍ hefur víst verið við störf í Sádi Arabíu að hluta til eftir hennar vináttuleik sko. Þannig að ég kalla hann Stebba Sáta. Já, Stebbi Sáti. Svo er það bara hérna sérstakt hrós sem var gert til síðustu stjórnar KSÍ og vonandi að ný stjórn
haldið því eftir að það allir endursamningar og styrktarsamningum hafa verið til eins betra á síðastliðnum árum og var til dæmis nefnt allir endursamningar fyrir HM, einhver Puma-dill sem að þótti rosalegur í sögu sambandsins og svona undirstrika það, við eigum eiginlega bara allt undir stórmótum. Já, og ég kem nánar inn á það eftir, sko, bara munurinn á árum þarna, sko. Já. Og sérstaklega líka fyrir félagsliðinu mitt, sko. Heyrðu, djúvill er búin að bladra, mér fannst ekki vera með neitt. Sorry, þú mátt að byrja. Já. Ég er með bara svona léttar sprengjur í lokin. Ég, sko, mér langar dálítið að lasta KSÍ fyrir lélegt, sko, bara síðustu ár. Það er svo erfitt að opna árskýrsluna þeirra. Það er bara alveg ferlegt. Hvort að þú gætir aðeins á meðan ég hef yfirferð, reynd að finna út, sko, fjárframlög 2021. Já, framlög til félagsliðana. Það sem að heitir sko bara úthlutun til aðildafélaga. Ég með það hérna. Já, maður finna bara svona sundurlið, skilu, hvað Valur var að fá Breiðablik. Ég veit að það er einhver staðar, ég bara eins og staðan núna nægi ómögulega að opna það, sem að ekki mín sök, heldur KSÍ. Já. En ert þú búinn að það? Sko, ég ætlaði bara að koma inn á rétt á lókum. Ég myndi var sama sinnis, þetta var lengi að lóta. Já, þetta lótast ekki. Þetta lótast ekki. Heyrðu, ég var nýri bæjum daginn, sipp á hennu rauðu, sé fólk í skák og ætlaði að hjálpa. Gerir það ekkert? Nei, hann sagði, nei, fancy pansy með raut. Fancy pansy. Og bara jarðaði mig, þannig ég labbaði burtu. Þannig ég ætlaði að segja með KSÍ, þessar helvíti skýrslur, þegar þetta á alltaf að lifa á netinu og eitthvað, ekki vera fancy pansy. Hendi þessu bara í PDF, yfir þess að liggja staðar. Því að það var... Þarft ekkert BI fyrir þetta, sko. Mögulega er ég með lélegt neta eitthvað, en þetta var lengi að lóta... Nei, ég er í sama. Þetta er óþolandi. Hætti að vera fancy pansy. Ekki vera ytti með rauðvinsglas að hjálpa einhverjum í skák. Samla því. Hendi bara PDF-in á borðið og leyfið okkur að sækja þetta. Bara svona rétt að lókum. Mér skilst að toppfótbolti, ITF, hafi selt sjálf aðgangsréttin til erlendra veðmálafyrirtækja fyrir einhvern rétt fyrir eftir 2 deildirnar. Þannig að núna er inn á einhvern síðum og vilt geta stríma leikjónum beint til að betta. Það eru tekjur sem renna til íslensk toppfótbolta, ekki KSÍ. Ég er bara... það má alveg leiðrétta það. Við finnum út af því. En nýjasta sprengjan, alveg að lókum, með KSÍ er að það var samþykkt núna síðast að það þurfa að vera flóðljós á öllum völlum, held ég eftir deild fyrir árið 2026. Já. Og búið að benda það fljóðljósa fullt Ísland 2026 basically, og það er búið að benda það að félagin muni ekki ráða við þetta því að þau eiga vist ekki mannvirkin og þetta er reikningur sem muni enda hjá sveitafélögunum og þetta verður rándýrt dæmi, sko. En við í Gróttunni, við erum með þessi fljóðljós, sko. Ég hafa verið seg talaði við mig, sko. Herðu, sko, mín yfirferð í dag, hún verður svona sko, ég mun dálítið fara dálítið kannski ítalega í tekjur og gjöld. Já. Þetta er nokkuð vel sundurlega á köflum. Rekstrarreikningurinn verður svona meiri hlutin af þessu og þetta verður að sjálfsögðu með nýjasta útgefna ársreikninga að leiðarljósi 2022 og þetta gerir því fyrsta ársreikning sem við tökum fyrir frá rekstrarárinu 22. Við náttúrulega fórum vissulega yfir Nova hérna í viðtalsþættinum í uppgjörunum. Passar. En þetta verður ársreikningur 2022. En ég mun svona inn á milli eitthvað koma inn á fyrri ár. Við byrjum að sjálfsögðu á rekstrarreikning og ég ætla að hafa hann í boði Dominos í dag. Og það ber nú að nefna það að Dominos er að styrkja næstu því öll lið landsins. Já, það. Já. Það er bara ótrúlegt. Líka hött. Ég get ekki staðfesta, en þetta er að sko yfirgnæfandi meiri hluti íslenska liða og þá er ég að tala um í öllum deildum, er styrkt af Dominos. Egilsstaðir er að framlæga 99% ostunum í þessa pítsu. Höttur hlýtur að vera það. Höttur hlýtur að vera með eitthvað. Annars bara að gefa þeim síntal. En nei, annars er það eiginlega bara stórfenglegt. Hvað er þetta að gera þetta? Ég ætlaði bara að henda. Á klappinu, já. Klappum fyrir Dominos og þau eru sömulegis diggir stuðningsaðilar okkar hér hjá Pingjunni. Það er ólíklegt ef við værum ennþá að ef þeirra stuðnings nýtt ekki við. Já, þetta væri farið undir. Hvað segirðu? Við værum farið undir. Já, ég held að við verðum líka að nefna á að það er 3 dagur í dag. Þetta er páskarhretið er núna í gangi og hérna, þú veist, bara er þetta ekki spurning að hrista á sig slenið og fá sér inn á Dominos? Páskaslenið, jável. Klart.
þriðjudagstilboð pizza með 3 álustegundum og það er í rauninu verið að gefa þetta þú veist, tekur því ekki að nefna verðið þannig að kíkið endilega við eða pantið í appinu Herðu við ætlum að geta bræða út á vanunum við byrjum að sjálfsögðu á tekjunum sem voru árið 2022 samtals rúmir 2 miljardar þess að 2 miljardar og 47 milljónir til að vera nákvæmur sorry, ég var að fá humdæðinu lélegum brandara Varnandi þú ert að setja áskýrslun á neti og svona það verður að vanda sig góður Fattaði þennan Formaðurinn heiti vanda sig Takk fyrir þetta Herði Þar höfum við það, vanda sig Hérna, rúmið 2 miljardar og þar eru styrkir og framlög sem telja hæst og það rúmur milljardur og þar er KSÍ að fá langmest frá UEFA 685 milljónir króna þar á eftir kemur FIFA með 161 miljón og næst þar á eftir eru hérna ýmsir styrkir fyrir 158 milljónir og ég gerir ráð fyrir að þessir ýmsir styrkir að það séu reynilega bara svona samstarfsfyrirtæki þú veist eins og þá hvaða fyrirtæki eru þarna bakvið skilur Icelandair og þú veist eitthvað sem eru Icelandair, N1, Vodafone frekar heldur en sín eru svona kjölfestu styrktaraðilar takk góða þögn takk fyrir það Puma náttúrulega, Lengjan er þarna Landsbankinn og Coca-Cola skemmtilegt það er sko hérna ef ég skoða bara aftur til ársins 2018 og 2016 þá eru þetta náttúrulega talsvert stærri fjárhæðir í styrkir og framlög við vorum að fá meira 2016 og 2018 þetta er í rauninni þú veist þarna ertu að fá stærri framlög frá UEFA og FIFA og öllu þessu talsvert meira reynda 2016 2,5 milljardur bara eitt og sér í styrki og framlög 2016 og 2018 voru þetta hérna 1,8 milljardur þannig að þú sér það að sko Þetta er reyndar áhugavert, eru við með eitthvað svona bara hvað við eigum undir stórmótunum, hvað er bústið? Já, ég gerir ráð fyrir að við eigum bara allt þar undir sko rektu söguna, komum með smá djús Sko, þetta er náttúrulega ef við skoðum sundurliðununa á þessu þá sjáum við 2016 að UEFA er að dæla sko 2,2 milljörðum af þessum styrkjum og framlögum árið áður 2015 voru það ekki nema 356 og þú veist þessi framlög eru væntanlega bara einfallega vegna þáttöku í hérna á EM fyrst og fremst og svo komumst við upp úr riðlinum, svo komumst við upp í 16 úrslit og svo í 8 úrslit skilur þannig að þetta telur og þetta er meira heldur en 2018 þar sem við í rauninni komumst ekki upp úr riðlinum einu sinni á HM í Rússlandi þannig að þú sér það sko að þetta er gríðarlega mikilvægur tekjustofn en aftur á móti eru þetta gífurlegur kostnaður á móti en samt sem áður er talsvert betri rekstur rekstrarreikningunni lítið fallegri út hérna 2016 og 2018 heldur en önnur ár og komum kannski inn á það eftir en eins og ég segi þessi samstarfsfyrirtæki hérna ýmsir styrkir 158 milljónir þú talar hérna öll þessi fyrirtæki þetta er svona stærð sem að er kannski þú veist ekkit allt og breytileg milli ára en athyglisvert að sjá en allavega svo eru hérna íslenska getrunir með 15 milljónir og svo ISI 43 milljónir samtals er þetta 1 milljardur og 61 milljón nú næststærsti tekjuliður sambandsins er svo hérna sjónvarpsrétturinn hann telur tæpar 505 milljónir króna og hann nú talsvert yfir áætlun sko það voru þeir setja hérna alltaf fram áætlun sem er skemmtilegt að sjá þetta er bara eins og að kíkja á okkar sveitafélag sko ekki alveg þetta er nú aðeins skemmtilega en það voru áætlaðar 360 milljónir hérna fyrir sjónvarpsrétt en það er sem sagt eins og ég segi það munar hérna alveg 150 milljónum en það er skýring á þessu mismun og það er vegna uppgjörs á sjónvarpsréttagreiðslu vegna tímabilsins 2018 til 2022 en svo er það auðvitað meðan sjónvarpsrétt KSÍ náttúrulega er að selja sjónvarpsrétt af efstu 2 deildum á Íslandi til einhvers innlandsaðila og nú síðast sín sem tryggði sér réttin frá 2022 til 2026 ég þekki ekki alveg eins og ég segi skiptingun á milli þeirra og ITF en núna
kem ég inn á þetta að í fyrsta sinn í sögunni þá höfðu erlendir aðilar áhuga á þessum sjónvarpsrétti og hann var seldur út til tveim streymisveita, OneFootball og Eleven Sports og þetta gerir það auðvitað verkum að íslensku félögin að fá talsvert hærri greiðslur en áður samkvæmt viðtali við Birgi Jóhannsson, framkvæmdastjóra ITF frá því fyrra þá voru greiðslur vegna síðasta samnings, þar að segja tímabilin 2017 til 2021 12,5 milljón til félagi efstu deild karla og ég raun á meðaltali á hverju ári en það megi ganga út frá því að svo tala verði að lágmarki 20 milljónir króna með tilkomið þessa 9 samninga sem að við fögnum að sjálfsögðu en svo það, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þess að tekju skiptast þarna á milli KSÍ og íslensk toppfótbolta það verður bara að liggja á milli hluta Já, við fáum kannski það nú ekki erfitt að fá einhverja fótboltaunendur í chat Nei, ég segi það vist nóg að þeim Það eru svona 10 hlaðvörp sem er fótbolta þannig að vondi fáum einhver til að nenna ræða þetta við En þetta er allavega þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir félögin að þessi samningar séu hækkaðir og þar spilar þessi erlendi samningur auðvitað stór rullu, en eins og þú segir þetta hefur vissulega verið gert áður, þannig að ég veit ekki hvort það sé hreinlega fullyrðing hjá mér að þetta sé í fyrsta sinn en sennilega í fyrsta sinn þar sem þetta er selt sér í lagi þetta er ekki í þessu böndli eins og Eggert var að Ég velti fyrir mig hvort við séum að fá sannvirði í dag ef ekki er selt allt saman En allavega sjónvarpsréttur er 505 milljónir en svo eru líka fleiri tekjustofnar tekjur á landsleikjum 208 milljónir króna Mér er engin frekari sundurliðin á því en ég gerir svona fastlega ráð fyrir að megnið af þessum tekjum séu miðasala bara hreinlega á landsleikina. Nú, svo er mótvægisstyrkur vegna COVID og það er í rauninni það sem við köllum bara einskipti greiðslu. 110 milljónir króna. Þetta er sennilega, það var ekkert 2021 en það er 2022 mótvægisstyrkur vegna COVID. Svo er aðrar tekjur fyrir 97 milljónir króna og undir því eru mótatekjur stærsti liðurinn 58 milljónir króna. Næststærst eru fræðslutekjur fyrir 24 milljónir. Svo er restin skilgreind bara sem erlendar leyfistekjur og svo aðrar tekjur undir öðrum tekjum. Það tekjum ekkert sérstaklega frumlegt. Nei. En til að loka svo tekjuhliðinni á lægstu stærðinni þá sjáum við rekstrartekjur Laugardalsvallar og það virðist vera alveg sérstakt bókhald í kringum völlin sjálfan tekjurnar eru 67 milljónir rúmar og þar vegur langþyngst framlög og styrkir Ertu með fasteignamati á vellinu? Nei, ég held ekki What is this? Amateur hour? Erum við á byrjunarreit eða? Ég er með fasteignamat samt á skrifstofunum og því, en það er ekki á vellin. Hvað er á skrifstofunum? Ég kem inn á það eftir. Ég ætla að skáka þig. Ok. Nú sé ég drottningunni hjá þér og skákani. Ok. Það er til félag sem heitir KSÍ EHF. Já, sem að heldur utan á vellin. Heldur utan á vellin? Já, ég ætla að koma inn á það en... Fasteignamatið í ársbyrjun 441 miljón. Já. Það er ekki sannvirði Sammála því Harpan var aftur metin á hvað? Ég man ekki, einhverja milljarða Þetta hlýtur að vera eitthvað dýl við Reykjavíkurborg að fá Já, þetta er alveg eitthvað þannig það sem ég ætlaði einmitt að koma inn á Sorry, ég er að ljúga þér Fasteignamatið er 316 Kostnaðarverði ársbyrjun 441 sem að Já, ég veit að Kaldalón myndi staðgreiða þetta ef þau kemist í þetta á einhvern bókvarðan pening þarna En það sem ég ætla að koma inn á tekjurnar 67 milljónir rúmar við völlin og það sem vegur þyngst er eins og ég sé framlög og styrkir og þegar nánar er að gáð þá má sjá að styrkurinn er að koma frá Reykjavíkurborg KSÍ og Reykjavíkurborg gerðu með þessi samning 2014 rekstur vallarins sem gildi til ásins 2025 og að þessu 67 milljónum nam framlag Reykjavíkurborgar árið 2022 tæpum 60 milljónum króna þannig að KSÍ er að reiða sér dálítið á velgjörða fólk þarna í þessu Já, klálega, það er að bara Já, en þá eru rauninni tekjurnar upptaldar samtals 2 milljarðar og 47 milljónir króna og þetta er nú talsvert
Já, talsvert yfir áætlun, 25,5% gerur ráð fyrir 1777 milljónum í tekjur þetta 2022 en þetta hefur verið svona, þú veist, 2021 voru þau bara eiginlega á pari 2020 8% yfir 2019 38% undir áætlunni, 2018 76% yfir þannig að þetta er svona nei, herðu, fyrirgeðu, ég er að rugla 15% yfir, gleymi öllu sem ég var að segja þetta þarna var ég að tala um vöxt frávíkin sem þetta eru 15,2% 2022 Hvað varst að segja? Já, þetta er eiginlega lígilega þau eru lígilega nálagt hérna á árunum 2018 til 2021 þetta er bara svona 3-4% max frávik sko þannig að þau hafa verið nokkuð sannspá en 2022 fóru þau alveg vel fram úr væntingum 15% þannig að já, tekjurnar upptaldar, við skulum þá kíkja aðeins á gjöldin hvort það sé að fara bara í eitthvað rugl sko, við erum að tala um gjöld upp á 1748 milljónir króna Ertu með að nárið þegar kortið endaði með einhverju strippbólu fyllir í? Nei, ég er ekki með það Það væri gaman að sjá það maður Það er kannski ástæðan fyrir því að þetta var allt án ársendinga þessi ára á undan 2014 sko áskýrslunar Í hvaða heimi trúið þú því að þetta hafi verið fyrsta og eina svona ferðin? Já, ég veit ekki Er það í þessum heimi? Ég skal ekki segja Nei, þú veist Pældi í hvað þetta er rugglar sant? Pældi í bara að vera með kort frá KSI og strauja þeim á strippúlu Pældi í þessu Þetta er svo rugglar sko allavega 1748 milljónir sem er rúmur 1,7 milljardur og það ríkir kostnaði við landslið á toppnum þetta er þeirra langstæsti hérna útgjaldaliður og hefur alltaf verið og hann er svona nokkuð skemmtilega sundurliðaður alveg niður í U17 en auðvitað eru A-landsliðin okkar fjárfrekust það er nokkuð jöfn skipting á milli A-landsliðs karla og kvenna kostnaður við A-landslið karla nam 319 milljónum á meðan kostnaður við kvennaliði voru 307 milljónir Það sem ég skil ekki er af hverju út af því að það hefur alveg verið gagnrýni á þetta Já Sko, þetta á sér eðlilega skýringu hérna, sko, yfirleitt er karlalandslið talsvert fjárfrekara en þessi, sko, en kvennalandsliðin, sko, þessi jöfnur í fyrra á sér þá skýringu að þær voru náttúrulega að keppa á EM í Bretlandi og því er ferða og launakostnaði talsvert dýrari það árið. Já, ég ætla ekki að gagnrýna það, en ég ætla að gagnrýna af hverju svona vel sundilega kostnaðurinn á landsliðin en ekki tekjurnar. Bara þannig að sé þetta sjá það stað fyrir stað. Það er ágætur punktur, sko, þetta er nú þokkalega vel sundurlega, en það var ýmislegt í tekjunum sem ég hefði viljað sjá kannski aðeins betur sundurlega. Já, bara eins og kostnaðarliðin eru sundurlega fyrir landslið, þá ertu í rauninni bara að sjá rekstra grundvöld hvers og eins landsliðs. Algjörlega. Það er mjög góð punktur. En ég held þú væri að fara að tala um, sko, hérna, þú veist, þannig að þetta hefur verið hávær umræða með kalla og kvenna, sko, og að það sé sami kostnaður á þessu og meðan að kannski kalla er að þjána meiri tekjur. Já, eða þú veist, það er náttúrulega einn gagnrýni sem hefur verið bent á. Já, einmitt sko. En eins og ég segi, yfirleitt í gegnum tíðin þá hefur þetta verið þannig að kalla landsliðið er talsvert meiri kostnaður þar á bakvið en núna er þetta jafnt og það er vegna þess að konurnar voru að fara þarna á EM sem að hérna, skýrist í dýrari ferðarkostnaði og launakostnaði og öðru. En allavega gjöld í kringum A-landsliðin eru samtals 627 milljónir króna sem eru 67% af heildarkostnaði við öll landsliðin sem sagt þá allt niður í U17 og þessi heildarkostnaður er 932 milljónir við landsliðin. Nú eitthvað kostar svo að reka skrifstofuna þarna upp í Laugardalnum. Samtals skrifstofur ekstra kostnaður sambandsins eru 352 milljónir króna. Það er náttúrulega einhver kreditkort í Belgíu. Var þetta ekki í Belgíu? Hvar var þetta aftur? Var þetta ekki í Hollandi? Eða hvað? Ég man það ekki. Nei, ekki heldur. En það er nokkuð vel... Gleymt og grafið, við skulum ekki vera að ífa upp þessi sár. En skrifstofukostnaðurinn er nokkuð vel sundurlegaður hérna í skýningunum. Eðlilega eru laun og launatengt gjöld stærsti útgjaldaliður inn þar undir Jesús. Málhaldur í dag. Það eru samtals 256 milljónir og ég eiginlega stendst auðvitað ekki mátið að rekna meðalaun skrifstofufólksins þarna.
Það eru gefin upp ársverk í skýringunum og þau eru samtals 18. Nú, sko, af launum og launatengdum gjöldum eru hrein laun til starfsmanna 198 milljónir fyrir skatt, vissulega, en með þessar upplýsingar hver starfsmaður KSÍ að meðaltali með 917.000 krónur í mánaðarlaun, sem nokkuð há svona meðaltalstala, virðast hafa það nokkuð gott í Laugardalnum, en tekið skal fram að laun og bifreiðastyrkur til formann sem þá hún Vanda námu 19,5 milljón yfir árið sem gerir 625.000 krónur í mánaðarlaun. Einnig kemur fram laun til framkvæmdastjóra sem þá Klara Bjartmars. Hún að rakin 17,2 milljónum yfir árið sem gerir 1433.000 krónur í mánaðarlaun á meðaltali. Þannig það má áætla meðalaun á ársverk. Hún fer ekki fet. Nei, það má áætla meðalaun á ársverk lækki auðvitað við þessar upplýsingar. En hvað það margt annað hérna, undir skrifstofu rekstrakostnaði eins og ársþingi, það kostaði eitt og sér 7,6 milljónir króna. Og svo ráðstefnur fyrir rúmar 16 milljónir og rekstrakostnaður tölva og tækja 28 milljónir og svo margt fleira þarna undir sem ég ætla ekki að vera að þylja upp sérstaklega. Ég hvet fólk bara til að kíkja á þetta bara sem hefur áhuga á sjágögnin sundurlið. Þetta alveg aftast þarna í ársendingnum. En samtalsskrifstofu og rekstrakostnaður eru 352 milljónir. Svo það mótakostnaður 246 milljónir og það kemur með nokkuð og óvarta kostnaður einmitt við dómgæslu. Hann 80% af þeim kostnaði. Hér dómaralaunin 162 milljónir rúmar. Geturðu reiknað það svona slegið upp með 8 ás leiki? Hvað dómari að fá? Já. Þú veist, svona meðaltali. Hvað aftur með töluna? Þetta 162 milljónir og þetta 8 ás leikir. Þetta eru dómarar í efstu deild og svona talsvert betur launaðri en bara svona til að fá meðaltal það geti verið skemmtilegt. Sem fyrir ekki að láttala, þetta 20.250 20.250 meðaltal á leik. Já. Dómara. Deilum þessu í... Já, það samt sko, ég meina þú veist, ég held að dómarar í neðri deildum séu ekkert að fá eitthvað allt og vel borgað sko. Nei, ég þyrfti nú að hefur dæmt leik, mótaleik. Já, ég var á flaggi sko. Já. Aldrei dómari sko. Aðstofadómari. Já, í raun, já. Já, ég líka. Ég var á fánanum, sko. Og þetta var alveg nokkuð lúkratíft fyrir austan. Já. Ég var í þessu örgulega, 18-19 ára tók maður nokkra leiki. Það var alltaf dómaraskortur í sömu deildum. Já, ég fekk ekkert borgað fyrir þetta, sko. Og við vorum, ekki? Nei, við vorum neittir allir á dómaranámskeið bara í 4. bekk í menntó, bara til þess að halda þessu gangandi. En þetta var good shit cash. Þú, ef mér ekki misminna, fékkstu greitt kannski 7.000 kall á leikinn. En þú fékkst greitt dagpenninga fyrir að þú veist vera að keyra og opna fjörði í Fjarðabyggð eða eitthvað. Og svo fékkstu þarna, hvað heitir þetta? Dagpenningar, leikunni sjálfur og greitt uppihald eða eitthvað svona. Já, einmitt. Með því, þú veist, þannig að þetta var... Ég var ekkert í því, sko. Ég var bara, þú veist, ef maður var á vellinum, sko. Já. Það bara, dæma, ég veit ekkert hvort ég sé að tala af mér hérna, sko. Þetta var bara gamli skólinn. Ég var bara með að henda á flaggið og ég held ég að einhverjum tímapunkti hafi verið með vesti sem flagg. Ég held nú að eftirminnilegasta dómgæsla á Fellavelli í sögu þess félags bæjarfélags var þegar aðstofadómarinn var beðinn að fara eftir hálftíma leik fyrir að vera í blackouti að dæma. Það eru eiginlega ýmsar svona sögur. Já, það var skemmtilegt. Ég held að hérna það var kært sko. En þetta náttúrulega það sem við verðum að taka með í þessu að það eru 3 eða 4 dómarar á meðaltali í hverju leik sko. Já, þannig að 20 skall, þetta fáránlega lág upp. Þetta bara 5 skall í rauninni, 5-7 skall, þetta gengur ekki upp en það kannski... En við erum að deila með hæsta samnefnara, 8.000. Ég meina, efsta deildin hvað? 10-30 leikir. Já, þú veist 300 leikir, er það meira? Ég veit ekki. Nei. En allavega, það eru margar skemmtilega sögur á flagginu hérna í Dan, þú veist, þetta var bara eitthvað 4. flokkur eða 3. sem var að dæma, 4. held ég. Já. En hérna, ég þekki ekki regluverkið þarna bakvið, en allavega 162 milljónir í dómarakostnað, svo ferðakostnaður dómara 19,5 milljón og svo annar dómarakostnaður 18 milljónir. Þetta rauninni 200 milljónir króna í heildina, svo skiptist restin hérna við mótakostnaðurinn, þá skiptist restin niður á Evrópukeppni félagsliða 8 milljónir, markaðs- og auglýsingakostnaður 16,7 milljónir og annar mótakostnaður 21 milljón.
En þetta samt einhvern veginn svona meiri kostnaði við dómgæslu en ég hefði ímyndað mér, en svo þegar maður hendir, þegar þú segir 8 ás leikir, þá þetta nú alveg bara svona frekar láttala, sko. En allavega... Sorry, maður stökkun á eitt. Já. Ég hérna bara á Wikipedia. Já. Ég alveg með minn út af þessu mjólkubikarstæmi. Þetta hét mjólkubikarinn frá 1986 til 1996. Já. Kemur svo aftur inn 2018. Já. Ég bara búin að vera svoandi. Skemmtilegt. Hitt. Bestadeildin á hið besta hrós skilið fyrir sína upplýsingarsíðu. Þau eru með Wikipedia síðu. Já. Með heila gommu af upplýsingum. Já. Aftur til ásins 1912. Þau fara náttúrulega þarna bara í sitt eigið branding. Já, á bestadeildin. Þú veist, þetta í fyrsta sinn í langa tíma sem þetta ekki sko bara einhver Pepsi Max-deild eða einhver sponsað, skilur við. En þarna sérðu bara hvernig á að gera þetta. Af hverju KSÍ ekki með svona sögulegt yfirlit. Já, algjörlega. Já, vanda sig. Vanda sig, vert að minnast á það. En skulum færa okkur yfir í næsta útgjaldalið. Þá erum við að sjá hérna fræðslukostnað upp á 62 milljónir. KSÍ náttúrulega með fjandan allan af námskeiðum, þjálfaranámskeið, endurmenntun og fleira. Og í kringu þetta auðvitað launa og verktakakostnaður. Og svo framvegis samtals 62 kúlur, eða 0,62 baggar, en það ekki? Jó. Var það ekki það? Rétt. Svo erum við hérna með húsnæðiskostnaði upp á tæpar 27 milljónir. Það virðist hafa verið svona gegnum gangandi þema hjá þeim síðustu ára að vera með yfir 20 milljónir króna í húsnæðiskostnað. Veit svo sem ekki hvort það sé eðlilegt því að þarna náttúrulega Laugardalsvöllur sjálfur ekki inn í tölunum. Hann kemur undir sér útgjaldalið sem heitir bara hreinlega rekstragjöld Laugardalsvallar og þar eru við með útgjöld fyrir tæpar 87 milljónir og það þýðir náttúrulega útgjöldin eru hærri en tekjur sem gefur okkur halla á rekstri vallarins. Nú stærsti flokkun þarna undir heitir rekstur mannvirkja og það í raun bara einhvers konar húsnæðiskostnaði fyrir völlin sjálfan. Bara viðhald á vellinum, það telur 42 milljónir króna. Svo eru hérna laun fyrir 31,5 miljón og svo annar rekstrakostnaður fyrir 13, svo samtals eru þetta 87 milljónir. Mér finnst þessi húsnæðiskostnaður dálítið hár, 27 milljónir á ári, bara einhvern veginn öll árin, með að við fastegna mati sjálft á skrifstofun. Það eru eitthvað rétt rúmlega 350 milljónir held ég. Skrifstofunar? Já, þannig að þetta bara svona 7-8% af fastegnamati bara hverju ári, bara húsnæðiskostnaður. Já, við það er ákveðlega... Já, ég mynd, þetta er svona tiltölulega, ég veit ekki. En allavega, hér með hafa allir útgjaldaliði verið upptaldir, þá auðvitað kíkju á EBIT-una og það tíðkast nú kannski ekki að tala um EBIT-u í þessum ársreikningum, skulum bara segja tekju mínus gjöld, þá standa eftir 343 milljónir króna og það er bara helviti laglegt hjá þeim, það verður bara að segjast alveg eins og er. Ef við skoðum EBITDA framlegðina þá erum við að horfa á 16,7% framlegð og ég myndi ekkert kvarta yfir því endilega. Þetta er vissulega ekki hreinn hagnaður. Hér eru afskriftir upp á 44 milljónir og svo eru reyndar þau eru með nett og jákvæðar fjármunatekjur sem eru rauninni bara vaxtatekjur en þau liggja á nokkuð digrum sjóðum, nánar það á eftir. En það vil svo til líka hérna að KSÍ er að borga út pening til aðildafélaga og eins og ég nefndi áðan það er þessi framlög. Já. En hagnaði fyrir ráðstöfun til aðildafélaga er 310 milljónir króna, svo er greiðsla til aðildafélaga 153 milljónir. Þau eru svona nett gegnum streymis apparat. Þetta skilur sambandið eftir hreinum hagnaði upp á 157 milljónir króna sem er bara stórglæsilegur hagnaður. Það er samt gaman að koma inn á það að þessar ráðstafanir einmitt til aðildafélaga eru auðvitað breytilega milli ára og þá allra helst vegna gengi okkar á alþjóðasviðinu 2016 og 2018. Árið 2016 greiddi KSÍ út hvorki meira en minna 561 milljón króna til aðildafélaga í kjölfar góðs gengis á EM það árið og svo rúmlega 330 milljónir árið 2018 eftir HM. Við náttúrulega náum þessum galna árangri þarna á EM 2016, 8 úrslitin sem gaf þessa bara innspýtingu frá UEFA og því var ansi kátt á hjalla hjá félagsliðum landsins á þessum árum. 2016, nú er ég með bara hérna sundurliða Fjölnir var að fá 15,5 milljón, Fylkir 18,2, KR 17,6, Valur 18,2, Víkingur 14,5,
Breiðablik 18,2, FH 17,6, Stjarnan 18,2, IBVF 18,2, IA 17, þú veist, hér voru vellistingar. Og mér langaði aðeins að, varstu búin að finna listan yfir hver skiptingin var á þessu núna í ár, eða þessi 2021, það sem ég baði að finna þarna í byrjun? Já, sko, það eina sem ég fann var bara hérna á VF, KSI. Lokaði þessu. Jöfull. Nei, jú. Því trúi ég nú ekki. Þetta var bara frétt. Hvað kallar þetta? Framlög? Já, þetta er bara í rauninni hérna... Hérna er þetta, framlög til aðildafélaga. Já. Sko, eins og ég skilda, þá er í rauninni að mestu leyti verið að ganga út frá, þetta er þarna sem ég kom inn á í byrjun að vera að greiða í sko uppeldis. Já, það er náttúrulega sko... Veitu, listinni hérna, sko, þetta er það sem kemur frá Júfa. Já. Og miðað við þetta... Já, eða sko, þetta er bara í rauninni ráðstöfunni til aðildafélaga, bara... Þú veist, á hverju ári. Já, ég er með Júfa-tekjunar. Já, hvað er það? Fann ekki hitt. En þá var það þannig að þau sem fóru sjálf í Evrópu, þau fá greitt, held ég, sér. En svo var ég bara hérna með framlag KSI vegna hinna, Fjölnir, Fylkir, Grindavík, Grótta, Haukar, HK, Tindastóll og Vestri. Lengjudeild, Karla og Kvenna fengu öll 2,4 milljónir. Og svo er þetta 1,5 fyrir nokkuð félög í annar deild. Milljón. Já. Þessi ár 2016 og 18 þetta bara... Þú veist, já, bara sprengja. Stórkostlega ár fyrir hreyfinguna sem slíka og eðlilegt að kalla eftir betra gengi landslýsis. Já, þetta er svo bara... Svo við fáum peningin okkar, þetta er bara kynbótastarfsemi. Já, séu það. Og við þurfum bara að fá nokkra veðhlaupa hesta sem að keyra þetta áfram. Já. En allan að frábært rekstra ár 2022 hjá KSI, það er allan það sem ársreikningur segir okkur. Vissulega eru þau að fá þetta myndalegan styrk vegna COVID. En þrátt fyrir það eru við að sjá fína sumu. Þannig að hérna, en herðu, við skulum bara koma okkur yfir í efnahagsreikningin og ég ætla að hafa hann í boði Rekus í dag. Og við erum nú farin að þekkja þetta er sko, það er kannski verðt að minnast á það að staðsendingarnar á höfuðborgarsvæðinu, þá er þetta Hafnatorg og Garðabær og svo er þetta auðvitað út á landi, það er Borgarnes, það er Stykkishólmur, það er Ísafjörður og svo er það hérna Siglufjörður er að opna. Já, ég sá það. Já. Nei, það er að opna á Stykkishólmi, daginn. Drullunett, hugsaði að vera hérna og vel depressed, snjó og ógíslegu veðri í Reykjavík, geta rúlla á Stykkishólm eina viku, vinna skrifstofu frá Rekus. Þetta er náttúrulega störf án staðsendinga. Klárt. Og hérna, svo er líka inn í þessu sko, ef þú ert með aðild, ef þú ert bara hjá Rekus á Íslandi, þá hefur aðgang á öllum business launch worldwide. Já, Rekus og Spaces heitir þetta. Út allan heim endurgjaldslaust og þetta eru 4 staðsendingar, þannig að þú ert að fá svo miklu meira með að leigja skrifstofurými hjá Rekus heldur en skrifstofuna sjálfa. Klárt. Og þetta er bara fyrir stór og smá fyrirtæki. Bara skrifstofur í öllum stærra gerðum. Þannig að bara hérna kíkið inn á rekus.is í Guðjónabænum. Sérstaklega eru á leiðin eitthvað erlendis. Hvað segirðu? Já, líka bara upp á þessi punktur sko. Kynni ykkur það árið farið erlendis. Herru, við byrjum á eignarhliðinni í efnahagsreikningnum og sko, eignarhliðin er svona tiltölulega feit þrátt fyrir sko efnahagsreikningurinn er tiltölulega einfaldur og ég ætla að fara yfir hann svona bara á nokkuð skonar hundavaði en eignarhliðin er feit og við erum að sjá eignir fyrir 1550 milljónir króna rúmur 1,5 milljarður og þar telja sko fasta fjármunir 351 miljón og það er nánast allt bara vanlegir rekstrarfjármunir. Það er undir sjá við skrifstofur og fræðslusetur á 222 milljónir króna bókfærðu virði. Fasteignamatið eins og ég segi er þó ívið hærra 367 milljónir. En það er búið að afskrifa þetta helling. Þetta er væntanlega bara starfsstöðvarnar þarna niður í Laugardal. Ég sé ekki hvað þetta ætti að vera annað. Nei. En svo er restin hérna undir varanlegu rekstrarfjármunum áhöld innréttingar og tæki upp á 129 milljónir. Áhugavert að sjá þeir fóru líka hérna í einhverja framkvæmdir þar sem þessi stærð hækkaði tæpa 40 milljónir árið 2022 eflaust einhverjir sem eru viðloðnir þarna vita hvað var verið að framkvæma þar innan búðar en ég þekki það nú ekki
Svo hérna hinn stærðin undir fastafjármunum sem eru eignarhlutar í félögum og ég veit nú ekki alveg hvað þetta er, þetta að minnst okkur engin skýring sem fylgir, þetta sé þá ekki bara hérna KSÍ EHF eða þarna þetta félag. Já, gamla góða. Já, sem þú talaðir Já. En ég ætla ekki að fara fabúlera nána með það, dembum okkur bara beint yfir í veltufjármunina og þar eru við með svakalegar fjárhæðir. Veltufjármunir samtals 1,2 milljarður nánast upp á krónu. Hér erum við að sjá handbært fyrir upp á 660 milljónir króna og þetta er bara það sem að lá inn á hérna bankafélagsins áramót, væntanlega svo sem á einhverju vaxtabók eða í sjóð en enga síður alveg bara stútfull pingjan hjá þeim sennilega einhver afleiðing af þessum varasjóð sem að hann Eggert sett á laginnar. Já, hann agiteraði fyrir honum en sjá hvað setur. Svo erum við að tala hérna viðskiptakröfur upp á 539 milljónir sem ég myndi halda væri vegna bara svona, þú veist, framlagða styrkja sem búið að skrifa undir eða greiðsla sem þau eiga inni vegna sjónvarpsrétts. Mér finnst þetta allavega það hátala að ég sé ekki fyrir mér annað. En svo bara til að loka veltufjármunum þá eru hérna aðra skammtíma kröfur hverfandi 1,4 milljónir og þar með það upptalið og þá skulum við færa okkur yfir á skuldahliðina, sjáum hvort að binni í bankanu sé búin að hafa einhver afskipti á þeim hérna í sambandur. En nei, ég er aldrei sættur ekki skuldirnar, sko sambandið er langtíma skuldlaust. Já, er nokkuð magnað það? Já, sko við sjáum samt þarna undir langtíma skuldum lið sem heitir fyrirfram innheimta tekjur og það er fyrir tæpa 1 milljón hérna 2022. En mér skilst að þetta sé einhvers konar lán fyrir greiðslum sem búið er að lofa sambandinu frá FIFA eða UEFA. Það er að segja að þau taka í raun lán með veði í þessum framtíða greiðslum. Þessi upphæð er óvenju lág undir langtímaskuldum núna síðustu 2-3 ár meðan við áður. En mér sýnist þetta vera komið í meira mæli en áður undir skammtímaskuldir. Það er allavega þróunin svona cirka frá 2014, en eins og ég segi, komst ekki ásendinga aftar. En eins og staðan í dag virðast þessar fyrirfram innheimtu tekjur vera frekar lág skuldbinding til langstíma en þessi stærð er ansi stór til skamstíma, skoðum skamtímaskuldina. Þar eru samtals 684 milljónir króna og af því eru þessar fyrirfram innheimtu tekjur 293 milljónir. Þannig að hér eiga þau væntanlega von á greiðslu frá FIFA eða UEFA á næstu 12 mánuðum sem að búið er að taka lán fyrir. Mér skilst að þetta sé það sem að útskýrir þennan bókhaldslykil. Nú, viðskiptaskuldir eru svo 270 milljónir og aðra skammtímaskuldir 121 milljón. Samtalsskuldir sambandsins eru því 685 milljónir sem gerir 44,2% skuldahlutfall og því er eiginfjárhlutfalli 55,8% sem er nú bara nokkuð gott svona í sögulegu samhengi. Allavega ef gögn eru skoðuð aftur til 2014 það er merkilegt að sjá hvað, þú veist, að skuldahlutfallið er að lækka hérna drastist milli 2015 og 16 sem er alltaf bara bein afleiðing góðs gengis á EM, fara úr 62% í skuldahlutfalli í 47,5%, hafa verið bara að halda sér á svipuður ekki síðan þá. Þú veist, þetta var svo mikilvægt EM greinilega fyrir sambandið sko. Og HM og EM þarna 2016 og 18 geti ímynda mér sko. Sko, ég held ég sé ekki að skýta á mig, ég er með þessa tölur. Jú, vildi ég óska þess að keldan að þeir væru einhvern veginn búin að henda þessum reikningum betur inn í kelduna sko. Já. Ég er bara búin að vera að handpikka. Það er á ábyrgð KSÍ, ekki keldunar, ég get alveg sagt það. Sko, 2016 bara samanlega tekjur hérna af UEFA og FIFA 2,2 milljarðar og 2020 1 milljarður. Þannig að við eigum allt undir velgengni erlendis. 2018 var það líka þannig eins og ég kom inn á fyrir þettinum. Einhver 1,8 milljarður. Já, sko, svo skiptist þetta milli FIFA og UEFA. Já, að 2020 er UEFA henda á okkur 757 milljónum, en þannig er FIFA bara 320. Árið og undan sem að þú ert talin 2018 þá að FIFA henda á okkur milljarði. Þannig að þetta þetta er 2018. Já. Þannig að þetta, við eigum allt undir og en sko, þú veist, lausafjárstaðan hefur líka í samræmi við þetta verið að batna. Veltufjárhlutfalli stendur í dag 1,75 og það er náttúrulega bara handbæra fjöð í meiri hluta. Þau hafa verið að safna þessum digru sjóðum sínum upp síðustu ár. Varasjóður. Hafa verið að reka sig yfir núllinu alveg frá 2014 fyrir utan 2019 og svo 2021 en auðvitað 2016 og 2018 bara blússandi hagnaður. Það sýnir bara mikilvæg þess að vera samkeppnishæf á alþjóða vettvangi
kannski bara til að renna þessi yfir bara afkomuna frá 2014 sko 2016 sko við erum að sjá hérna árin 2014 og 15 rúmlega 10 milljón króna afkomu svo kemur 2016 317 milljónir í hreina afkomu og hér er ég að tala bara eftir framlögin til aðildafélaga afkoman 2017 424.000 krónur 2018 207 milljónir í afkomu og svo 2019 tap upp á 50 milljónir 2020 afkomu upp á 37 2021 tap upp á 24 milljónir og svo hérna 2022 eru þau að gera vel með 156 miljón króna hagnað en vissulega er erfitt að líta fram hjá því að þau fengu þessa einskiptisgreiðslu vegna COVID árið 2022 þannig að þau eru að hagnast kannski meira en venjulega en eins og ég segi bara til að draga þetta saman í boði keldunar þá þú veist eins og ég segi það er ekkert verðmat í boði keldunar í dag sko nei við ætlum ekki að fara að verða með þetta sambandi en eins og ég segi það hefur ekkert verið allt og stabíl rekstur þú veist fólk getur haft skoðun á því en 2022 var enga síður mjög gott ár það verður bara viðurkennast þrátt fyrir að vera svona ennþá dálítið í hérna böndum COVID kannski upphafi árs og enn að berjast við afleiðingar en fá vissulega hennar styrk og allt það en ársreikningurinn 2022 lítur reynd og sagt bara vel út en reksturinn hefur verið svona frekar óstabíl síðustu ár og eins og ég segi 2016 og 18 gjörsamlega að bjarga félaginu sko man getur ímyndað hvernig íslensk knattspyrna myndi blómstra áfram ef við værum alltaf í þessu alltaf á EM og HM alltaf freki að biðja það sem 360-70.000 manna samfélag sko en þetta bara vindur upp á sig ég meina þú veist fjárfesting skila sér á endanum það er bara þannig og skila sér margfalt í þessu tilfelli sko ég er samt hérna rétt að lokum með áhugaverða staðreynd ég fekk hérna sent sko að það væri verið að borga kalla og kvennalandsliðinu 300 skall per leik ef það er sigur per leikmann þannig að þú veist það er 20 í hóp þjálfari og eitthvað fleira sinni 20 þannig að það kostar 6 milljónir að vinna ég veit ekkert hvað við fáum í tekjur af hverjum leik hvort þetta borgi sig eða ekki kannski er það bara pjúra kvati getur verið, kall eða kona 300 skall á leik nú var ég á jamminu með nokkrum landsliðsmönnum í handboltundaginn ég er með samaburð mér var sagt ég held hann hafi sagt þeir fá greitt 70 eurur per leik frá HSI 70 eurur og dagpenninga og ferðarkostnað HSI er nú reyndar sko við þyrftum meira að taka það fyrir við hefðum átt að vera með betri saman tökum smá ISI við þurfum meira að taka HSI nei við tökum í janúar næsta ári þegar EM verður en bara svona til samanburðar að þá er landsliðum í kalla á kvennabolt að vera að borga 300 skatt per leik að vinna og eftir mínum ég var náttúrulega makkaður þegar hann segir þetta sko að þetta var 40 eða 70 eurur per leik ferðarkostnaður og svona smá uppihald þar í kring athyglisvert já ég held að sé verðt að vera á varbergi með þetta við aldrei að vita nefnum við tökum fyrir HSI í náinni framtíð það er að skoða það eitthvað en allavega í boði keldunar keldan núna er með appið og við viljum hvetja alla til að ná í þetta app fyrst og fremst skrá sig inn á keldan.is þar er búið áskrift einnig þar getur við sett ársending á rafrænt form sem gerir náttúrulega yfirferðina miklu þægilegri svo er auðvitað áskriftin í appinu líka þar sem að þú færir rauntíma gögn á öllum fjandanum já, við veist langþægilegast það er þess að norrænar vísitölur langþægilegast að maður að kaupa svona KYC skýrslur inn á keldunni það er langþægilegast og það er afsláttur á þeim ef maður er áskrifandi þannig að ég er í toppmálum þannig að skoða það svo sömuleiðis þekkjum þetta keldan þetta er bara musterið fyrir alla netbankakúrika allt frá netbankakúrikum upp í fagfjárfesta keldan allt rófið þarna á milli og við þökkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir samstarfið en að lokum bara þá held ég að hérna þú veist maður er ekkert sérstaklega bjartsýnn á landsliði núna það er búið að vera svo mikið hafar í eitthvað með allt þú veist eftir að Arnar Þór nafni minn nánast alnafni tók við skilur mér finnst bara sko það er alltaf hægt að segja þetta með að þegar vel gengur að þá hérna nærðu massanum sko eðlilega en mér finnst bara eitthvað svona þú veist
eitthvað neikvætt vibe. Mér finnst það ekstra neikvætt núna sko. Þegar það eðlilegt að það sé ekki sko allt og mikið hæp þegar velgengnin ekki mikil sko, en mér finnst eitthvað bara svona ekstra mikið bara. Fólk jáfnvel bara að veigra sér við því að horfa bara, þú veist. Þetta rússíbana reið. Bæði út af einhvers konar, þú veist, svona ádeilum á samfélagsmiðlum og öðru og svo sömulegis út af þjálfara þjálfaramálum og öðru. Og þá bara svona full mikið að neikvæðu í gangi sko. Við erum bara svo ykt sem þjóð. Hérna fyrir minna en 4 mánuðum þá var Ísland að fara að vera heimsmeistari í EM. Eftir mótið þá var allir allir tjúlaðir sko. Og þessi landsliðsmenn sem ég var að djama með, þeir sögðu bara fyrir svona 3 ára þá vissi ekki hverju við vorum sko. Allt í erum við bara komnir efst í meteorastígan og svo voru okkur bara hendnaðist. Þannig að væntingastjórnun okkar hefur minnir dálítið á Gleðibankan 86. Já. Þegar allir vissu að við værum að fara að vinna. Endum í 16. sæti sko. Já. Þannig að þetta er dálítið svona Gleðibanka-effekt í gangi. En eins og ég segi, þú veist, reksturinn lítur allan að vel út og ég held að það sé alveg allan að verta að hafa þetta á bak við eyrað. Að fjárfestingin, hún skila sér. Hún skila sér margvalt, þetta er bara hringrás. Þetta er það. Við köllum eftir öðru ári eins og 2016 og 2018. Takk. Í dag, takk. En þá held ég að við fyrum að ljúka þessu bara, eða ekki? Jú, segjum þetta helviti gott í bili. Var eitthvað sérstætt sem þú vildi koma framfæri? Nei, bara gaman að lifa með ykkur. Já, þá þökkum við fyrir.